Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Listir og mannlífi bland við ferðaþjónustu og atvinnulífi eru viðfangsefni þáttarins þessa vikuna. Viðmælendur okkar gerast ekki mikið eldri en hann Lárus Sigfússon. Hann 101 árs, fyrrverandi bóndi og ráðherrabílstjóri, en við gripum hann glóðvolgan þar sem hann laumaðist á hestbak á Mánagrund í Reykjanesbæ á afmælisdaginn. Við förum einnig á ljósmyndasýningu gamla herstöð, kynnum okkur ferðaþjónustu á Suðurnesjum, skoðum hótel og förum á styrktartónleika í Stapanum. Við byrjum hins vegar þáttinn með Lárusi í hesthúsinu. Lárus Sigfússon fyrrverandi bóndi og ráðherrabílstjóri, en hann fagnaði 101 árs afmæli síðasta föstudag. Á afmælisdaginn mætti Lárus ásamt Kristínu Gísladóttur sambýliskonu sinni, sem 91 árs, í hesthús á Mánagrund í Reykjanesbæ, þar sem þau skelltu sér á hestbak í tilefni dagsins. Sjónvarp Víkurfrétta var á staðnum, enda saga til næsta bæja þegar öldungar eins og Lárus mæta í hesthúsið og fara á bak. Lárus þekkir vel til hesta, en hann sá meðal annars póstflutning á hestum úr Hrútafirði til Hólmavíkur í áratug. Komum með okkur í hesthúsið og heyrum aðeins í Lárusi, sem hinn hressasti þrátt fyrir háan aldur. Þetta hefur verið skemmtileg tímamót að koma hérna og fá að fara á hestbak. Það alveg óvænt og ótrúlega mikið gaman að það sé því. Ég hefði nú aldrei trúað því núna fyrir nokkrum árum bara að ég ætti eftir að koma á hestbak. En ég ætla nú ekki að hafa mörg orð það hvað þurfti að hafa mikið fyrir því að koma mér á hestbak. En það ekki það sem skiptir málinu. Þú þekkir nú aðeins til hrossa, þú varst hérna meðal annars í póstflutningum á hrossum hérna í eina tíð. Já. Ég var það. Hvernig var sá tími þegar þurfti að nýta hestasamgöngur og það var lítið annað í boði? Það var náttúrulega ýmsum erfiðleikum bundið. En ég get sagt þér eina sögu af því að einu sinni var ég í póstverð og gerir á mig ofsaveður. Og það var líka veðrinu sem var slydduveðrinu sem kom í Reykjavík. Það var bara í gær, held ég. Gær eða fyrradag. Og þá ég að fara framhjá einum bæ sem hérna ég ætlaði þó ekki gista hjá. En bóndinn kom í veg fyrir mig til að ná í bréf sem ég var með til hans og segir að nú ferð þú ekki lengra. Ég sleppir ekki lengra, þetta ófært og þú getur ekki ætlast til þess að hestarnir hlýði þér með það að halda frá þetta á móti þessu veðri. Það var alveg grenjandi slyddukafall og norðan ásastormur. Þetta hefur jafnvel bjargað þér þá? Þetta bjargaði mér þá, því ég viss að ég hef aldrei komist í náttstað með hestana eins og veðri var. Svo ferðu til Reykjavíkur og ferð að fástu eitthvað allt annað og meðal annars að keyra ráðherra? Já, meðal annars, ég var nokkur ár starfsmaður hjá Sambandi Íslenskra Samvinnufélaga. Já, að selja Akureyrarvörur? Já, Akureyrarvörur, alveg rétt, já. Hvernig var að vinna hjá sambandinu? Það var mjög gott. Já, mjög gott. En ráðherraaksturinn, hvernig var það? Já. Voru þeir jafn góðir við þig eins og hestarnir? Já, það má segja það. Allir ráðherrar voru gæðamenn. Og þeir voru talsvert margir sem ég lenti að vinna með. Keyrar. Einhver eftirminnilegri en annar? Já. Halldór Sigurðsson var mikill gæðamaður og ég las í bókinni sem hann skrifið Halldór eftir að hann lést. Ég búinn að glemma hver skrifaði bókina. Það var í einu áramóta
einu áramóti ávarpi hjá honum að þá segir hann að það besta sem kom fyrir mig á árinu þegar ég fekk Lárus sem bílstjóra. En núna ertu orðinn 101 árs og bara komin í hesthúsið og hestbak. Þetta hljóta bara að vera tímamót. Já, ég er ekki á neinum tímamótum. Ég er alveg tilbúin að fara í tímamót. En það eru örugglega tímamót. Ég held að aldrei eldri maður farið á hestbak heldur en þú. Ég veit það nú ekki. Ef við hugsun langt aftur í aldri að þeir eru einstaklega gamlir menn og eru gamlir og óendanlega hraustir. Eru til hamingju með daginn. Þakka þér fyrir það kærlega. Þakka þér fyrir þennan reit og svo væri ekki langur þá var hann góður. Listasafn Reykjanesbæjar hefur opnað ljósmyndasýninguna Iceland Defence Force Ásbrú í sýningarsal safnsins í Dús safnahúsum. Segja má að ára yfirgefinna staða sé framar öðru viðfangsefni Braga Þórs Jósefssonar ljósmyndara í þessari myndröð sem sýnd í listasafninu, en flestar myndirnar tók Bragi á Keflavíkurflugvelli í kjölfar brottflutnings hersins árið 2006. Sjónvarp Víkurrétta skoðaði sýninguna og ræddi við ljósmyndarann. Segðu mér frá tilurð þessara sýningar. Já, fljótlega eftir að herinn fór á sínum tíma, þá fékk ég það verkefni að fara þarna upp yfir og taka nokkra myndir fyrir tímarit. Og leið og ég kom á staðinn að þá sá ég að þetta var alveg upplagt svona myndefni. Bæði var þetta mikilvægt sögulega séð að mynda þetta svæði meðan var í svona þessu limbói rétt eftir að herinn fór en áður en við tókum svona almennilega við þessu. Og svo fannst mér þetta bara mjög spennandi svona myndrænt séð þetta svæði. Hvernig var aðkoman þegar þú komst þarna fyrst? Það var dálítið sérstakt. Þetta náttúrulega var heilt þorp með öllu. En bara eins og allir íbúarnir hefðu gufað upp, sem náttúrulega voru búin að gera í sjálfu sér. Allir voru aldrei partí. Var stíllinn og tískan öðruvísi heldur en þekktist utangerðingar? Já, óneitanlega. Mér finnst þetta dálítið sérstakt þegar ég kom hérna fyrst að vera ekki nema 50 km frá mínu heimili, en samt eitthvað umhverfið sem ég hafði eiginlega varla séð áður. Því að ég hafði aldrei komið þarna nema bara þegar að ég fór erlendis á mínum unglingsárum sem að fór hann í gegn. Annars var þetta bara eins og nýr heimur. Og svo fylgdur þessu verkefni eitthvað eftir? Hefur verið að koma eitthvað síðan og mynda meira? Já, ég myndaði þarna alveg í heilt ár eftir að þeir fóru, mest allt árið 2007, fór ég marga ferðir þarna upp yfir og myndaði bæði úti og inni. Síðan eftir að Íslendingar fóru svona að taka við þessu og fólk fóru að flytja þarna inn, þá fór ég þarna, svona 2-3 sinnum og myndaði þarna, einu sinni var hann nú fyrir tímarit og svona myndaði svona mannlífið. Og svo eftir að hugmyndin komið með þessa sýningu hér núna og hugmyndin að vera með eitthvað nýrra efni, að þá ég búinn að vera núna undanfarna mánuði að fara nokkrum sinnum og mynda. Og þá einbeitti mér að fólkinu í það skipti. Það stóri grundvallarmunurinn á svæðinu núna. Núna er komið fólk sem var ekki áður. Og þessi sýning búin að fara eitthvað og fengi athygli? Já, þetta var sýnt í Ljósmyndasafni Reykjavíkur á síðasta ári. Og já, fékk nú töluverð athygli á þeim tíma. Svo núna og þá ákváðum við að hafa þetta aðeins öðruvísi. Svona 70% af sýningunni er það sama og var í fyrra, en svo bætum við þessu nýja efni sem ég gerði núna eftir að við tókum við. Áttu vonað að þróa þessa sýningu eitthvað áfram? Ætlar að halda áfram að bæta í hana? Já, ég er nú svona að spá í það, að fara svona reglulega og að mér allan langar að gera það. En tíminn verður bara að leiða það í ljós hvernig það þróast. Í
fréttapakka vikunar byrjum við á fréttum strætóferðir til og frá Reykjanesbæ. Margir háskólanemar og fólk sem starfa á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum og notar strætó kvartar sáran yfir verðlagningunni. Það sé ódýrara að nota einkabílinn. Sem dæmi kostar það háskólanema sem þarf að sækja námið til Reykjavíkur rúmlega 160.000 krónur á ári. Meira þetta í prentútgáfu Víkufrétta í þessari viku. Bæjarráð Grindavíkur harmar framsögu málsaðala í sölu á línubátnum Óla á Stað frá Grindavík en með honum fara á annað 1000 tonna fiski að verðmæti 3 milljarðar króna. Bæjaryfirvöld í Grindavík óskuðu þann 27. janúar eftir 4 vikna fresti til að taka afstöðu til forkaupsréttar á bátnum en þann 27. janúar, daginn eftir, fékk Grindavíkur vitneskju og síðar staðfestingum að aðilar væru að ganga frá kaupsamningi vegna viðskiptanna. Nú staðan sú að lagaleg óvissa hvort forkaupsréttur bæjarins sé enn fyrir hendi og inngrip sveitafélagsins gæti því haft í för með sér óvissu og tjón fyrir aðila málsins. Meira Grindavík því afbrotum í bæjarfélaginu hefur farið fækkandi frá árinu 2010 en örlítil aukning varð á milli áranna 2014 og 15 samkvæmt því sem kemur fram á vef bæjarins. Bandaríski sjóherinn að koma aftur til Keflavíkurflugvallar í kunnuglegt verkefni úr kalda stríðinu að fylgjast með ferðum rússneskra kafbáta að því bandaríska veftímaritið Stars and Stripes greinir frá. Mikil umræða hefur verið í fjölmiðlum og í samfélaginu síðustu daga og heyra mátti raddir að kaninn væri velkomin á klakann á ný. Varnarliðið fór með manni og mús haustið 2006 og á þessu ári eru því liðin 10 ár frá þeirri brottför. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að rífa móttökuhúsin að Hafnargötu 2 sem jafnan ganga undir nafninu HF. Húsin í lélegu ástandi en þar hefur síðustu ár verið tómstundastarf eins og golfæfingar og púttaðstaða. Þá unnið að endurbótum á Fishers húsi sem stendur á horni Hafnargötu 2. Skipt hefur verið þak á húsinu og verið að endurnýja klæðningu hússins og koma henni í upprunalegt horf. Uppbygging á húsum í elsta verslunarhluta Keflavíkur hefur gengið vel eins og sjá má á dúshúsunum en þar hefur tekist afar vel til verka. 3 gistihús á Suðurnesjum komust á topp 10 lista á ferðavefnum TripAdvisor yfir þau gistiheimili á Íslandi sem hafa fengið bestu umsagnir gesta. Þetta eru 1x6 Guesthouse, Ace Guesthouse og Ravens Bed and Breakfast. Öll eru gistihúsin í Reykjanesbæ. Ferðaþjónustan á fleygiferð á Suðurnesjum og víðar og gistirýmum hefur fjölgað gríðarlega mikið á svæðinu. Vikan hefur einkennst af bolluáti, sprengjukjöti og loks öskudagsgleði. Fjöldi barna heimsótti fyrirtæki og stofnanir á öskudaginn, meðal annars hann Snorri Rapp Davíðsson sem söng lítinn bút úr þessu vinsæla lagi. Sjáðu jökulinn loga, allt bjart yfir okkur tveim, því komin heim. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Hræsingar og kostakjör. Icelandair hótelið í Keflavík hefur gengið til samstarf við Karlsson Residor, eina stærstu hótelkeðju heims. Hótelið verður nú rekið undir heitinu Parkinn by Radisson Reykjavík Keflavík Airport. Hótelið vel búið með 81 herbergi og svítum ásamt því að bjóða upp á góða fundar- og ráðstefnu aðstöðu.
Undanfarin 2 ár hafa mikla breytingar verið gerðar á hótelinu með fjölgun herbergja og jafnframt hafa bæst við 5 nýir fundarsalir í ýmsum stærðum en þeir taka allt að 300 manns í sæti. Á næstu misserum verða eldri herbergi og líkamsræktar aðstaða hótelsins endurnýjuð. Carlson Residor hótelkeðjan ein af stærstu hótelkeðjum í heimi með 1400 hótel og 220.000 herbergi í 110 löndum. Sjónvarp Víkurfrétta heimsótti hótelið í vikunni þegar það var formlega opnað undir nýju nafni og ræddi við Bergþóru Sigurjónsdóttur hótelstjóra. Nú eru 30 ár liðin síðan hótel byrjaði hérna á þessum reit sem flughótel en núna þetta orðið Park-Inn by Radisson. Í hverju felast þessar miklu breytingar sem hafa orðið hérna hjá ykkur á undanförnum árum? Aðalega það sem við höfum verið að gera núna eftir við gengum inn í þessa keðju að við höfum verið að breyta lúkkinu. Þessi frasi add color to your life sem sýnir sig í litunum á húsgögnunum, litunum inn á herbergjunum líka. Það er svona meiri gleði og þetta kannski svona til yngra fólks. En þetta ekki lengur eins og sagt hefðbundið flugvallahótel, þetta orðið miklu stærra? Já, við höfum aukið mikið í rými fyrir ráðstefnu og fundi. Við erum með 7 sali, þar af 5 hérna á jarðhæðinni. Mjög vel útbúna öllum tækjum sem til þarf til að halda góða ráðstefnu. Einnig er það mottóið hjá keðjunni að vera með svokallar smart meetings, þar sem það mikið lagt upp úr að allt sé til alls og einmitt þessi litir. Hvað þetta orðið mörg herbyggi hjá okkur? Við erum með 81 herbyggi í dag og getum tekið að við erum með 167 uppábúin rúm. Hvað eru það að vinna með því að skipta yfir úr, já þið voruð síðast undir Icelandair keðjunni en farið núna í þessa alþjóðlegu keðju, út af hverju eru það að gera það? Þeir eru náttúrulega sterkara nafn og sérhæfa sig bæði í flugvallarhótelum og fundarhótelum og það er skemmtilegt við að hótelkeðja sem ber ekki nafnið hótel í nafninu sínu, Park-Inn by Radisson, það segir manni að þetta er svo mikið þekkt nafn og ég held að það sé bara gott fyrir okkur og Reykjanesi að fá svona vel þekkt vörumerki í bæinn. Nú fylgir því að reka hótel að svona veglegt og mikið eins og hjá ykkur að þið eru með náttúrulega veitingastað og veitingaþjónustu, ekki? Jú, við erum með fullbúinn góðan veitingasal, vókal og bar. Við erum með meistarakokka og valið fólk í hverju rúmi sem að sjálfsögðu galdra fram góða og skemmtilega rétti. Þið hefði sjálfsögðu fundið fyrir þessu auknum vinsældum Íslands, eða ekki? Jú, við höfum gert það. Við höfum orðið verið það að fólk er farið að stoppa lengur. Við höfum verið með gesti allt upp í 15 daga og þá jafnvel fólk sem kemur frá ferðaskrifstofum sem að manni finnst öðruvísi heldur en hefur verið í gegnum tíðina. Ef fólk hefur verið að dvelja hérna lengur, það hefur frekar verið á sínum eigin vegum. En nú er maður fann að sjá allt upp í 15 daga, sem er mjög skemmtilegt. Þú ert búin að vera hérna nokkuð lengi. Þú finnur náttúrulega mikla breytingu á, hvað löngu tíma, 10-15 árum? Ég byrjaði að vinna hérna árið 1993, en hérna tók við sem hótelstjóri árið 2000. Jú, ég finn rosalega mikla breytingu á svo mörgu varðandi gestina, hvernig fólk ferðast, hvað gerist og hvernig. Og ég held að maður verði aldrei fullærður í þessu starfi. Það eru alltaf einhverja nýjungar á hverju ári og maður er alltaf að læra. Síðar í mánuðinum verða allir ferðaþjónar á Suðurnesjum kallaðir saman á ferðakaupstefnu í Dúshúsum í Reykjanesbæ. Það sem farið verður yfir það sem í boði í afþreyingu fyrir ferðamenn á Reykjanesskaganum á þessu ári. Það eru ferðamálasamtök Reykjanes sem standa fyrir kaupstefnunni. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við þá Jóhann D. Jónsson og Gísla Heiðarsson sem sitja í stjórn samtakanna ferðamál á Suðurnesjum. Ferðamálasamtökin hafa myndað sér svona stöðu með ferðaþjónum, eiginlega bara niður á teppinu, á gólfinu og erum svona að reyna að
skapa þar starfsvettvang, samtalsvettvang milli ferðaþjóna til að bæta upplýsingaflæði þeirra á milli og út á við líka og gera þetta svona samheldnari hóp. Já, þið eru svona regnhlíf, má segja, yfir þá sem að vinna í ferðaþjónustu á svæðum. Já, það á að vera þannig sko. Við eigum að vera svona að taka hugmyndir frá þeim sem í svona ferðamennsku og koma þeim áfram. Ég kem inn í þetta fyrir 2 árum á vegum SSS, Samband Sveitarfélaga Suðurnesja, sem pólitíkus. Svona vera þarna inni, þannig að tengja pólitíkina aðeins inn í þetta, hvað að gerast og sjálfur ég í svona smá ferðamennsku og þekkir þetta dálítið vel sko. Ég held að ef menn halda dálítið rétt á spilunum, eins og í Suðurnesjum, að þá getur þetta orðið bara stórt og öflugt sko, svona atvinnu tækifæri á Suðurnesjum, menn gera þetta dálítið rétt. Og til þess erum við náttúrulega í þessari nefnd til þess að fá svona hugmyndir og láta fólk hittast. Það hefur svona verið þannig allavega eins og ég sé þetta, það hefur svona hver í sinni hólu. Menn eru svona að passa, segja ekki mikið og svona, en við þurfum bara að snúa því við og gera þetta saman vegna þess að það eins og staðan þá að fara að koma mikið af túristum til landsins. Og þó að koma einhver 20, 30, 40 herbergi viðbót, það hefur ekkert að segja. En það sem kannski mér finnst vanta til þess að fá fólk til þess að stoppa lengur, það vantar aðeins meiri afþreyingu á Suðurnesjum. Það svona, fólk að stoppa mikið fyrsta daginn og síðasta. Þurfum að láta að stoppa kannski 2-3 daga og skoða Reykjanesi. Og markaðsstofan hefur náttúrulega gert ágætis starf þar að mér finnst og heimasíðan orðið mjög skemmtileg finnst mér. Ég til dæmis, þeir gestir sem að pantaði mér, ég segi öllum að fara inn á reykjanes.is eða visitreykjanes.is og skoða hvað í boði. Bæði hvað var það mat, afþreying og svo framvegis. En afþreyingin aðeins að skornum skammti finnst mér og við þurfum aðeins að reyna svona fá aðeins meira þar finnst mér. Hvað vantar í afþreyingunni? Jóhann, þú ert nú að vinna við upplýsingaskrifstofuna hérna í Dúshúsunum og þangað koma ferðamenn. Hvað eru þeir að spyrja hvað vilja þeir sjá og vita? Þeir eru náttúrulega að leita eftir mjög víðum upplýsingapakka. Það eiginlega ekkert sem þeir spyrja, ég hugsa að finnist ekkert sem þeir spyrja ekki en það sem við erum að reyna að koma á framfæri og til þess að auka upplifun þeirra á svæðinu það að reyna að koma þeim út fyrir byggðirnar, skoða Reykjanesi, kíkja á gönguleiðir, fara í fjallgöngu, skoða ströndina, Fuglabjörg, Hveri og Eldfjöll sem við erum ekki búin að kveikja ennþá, gerum við það ekki alveg. En eftir sem áður að það eins og Gísli segir, það sko að koma á staðinn. Við þurfum eins og Gísli segir, við þurfum að koma okkur upp afþreyingu þannig að fólkið sem ekki á bíl eða búið að skila bílnum sín, hér síðasta daginn eða síðasta sólarhringinn, skila bílnum deginum áður, fyrir flugdaginn eftir, að það geti farið þá í þessa ferð sem þeir eiga eftir að fara í. Reykjanesringinn, Krýsuvík, Hafnarberg, skoða fugla, út á Reykjanes, ganga ofan í Eldgíga eða horfa á Vitan og Brimið og allt þar fram til götunum. Og það þessi þjónusta sem okkur vantar ennþá í dag. En þó ég hafi sagt það, þá eru aðilar hér að reyna að koma undir fótunum á þeim markaði. En þá vantar bara mikið stuðning. Þess vegna erum við með svona samtal ferðaþjóna núna 29. febrúar, þar sem við ætlum að reyna að koma þeim í samband hver við annan, þannig að þeir sjáu hvert framboðið á svæðinu. Fyrir jólin greindist hinn 7 ára gamli Guðmundur Atli með bráða hvítblæði. Guðmundur nemandi í öðrum bekk í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ. Hann býr hjá ömmu sinni og afa sem standa eins og klettur við hlið hans og gera allt til þess að reyna að stytta honum stundirnar á spítalanum. Nýliðna helgi voru haldnir styrktartónleikar í Stapa til stuðnings Guðmundi Atla og styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna. Hópur af frábærum tónlistarmönnum var tilbúinn að taka þátt og gefa vinnu sína, en fram komu Páll Óskar, Valdimar Guðmundsson, Blas Rokka, Herra Hnetusmjör, María Ólafs, Shades of Reykjavík og Sígull. Þá komu bekkjasystkini Guðmunda fram og einnig Sesselja Ósk jólastjarna. Með fylgjandi myndskeið eru frá tónleikunum í Stapa. You're my
shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop, 'cause you light the way, you light the way. Ég segi það satt, hef unnið og mikið, svo ég á það skilið að gleyma mér aðeins og bílast í friði með beautiful liði. Ef þú hverfur mun ég leita þín veröld alla, því þú ert mín, þú veist að þú getur á mig þeitt. Leiðum við þökkum ykkur fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem kemur út alla 50 daga, Víkurfréttavefinn vaff.is sem flytur fréttir alla daga vikunar og kylfingur.is sem segir golffréttir alla daga. Alla eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög úr þáttunum má sjá í háskerpu á vaff.is og einnig á YouTube. Þar leitið þið að sjónvarpi Víkurfrétta og getið skoðað allt okkar efni. Við hvetjum áhrifundur okkar á Suðurnesjum til að standa með okkur vaktina og senda okkur ábendingar áhugavert efni í þáttinn. Við verðum hér að viku liðinni, þangað til, verið sæl. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.